Fjöldi Grindvíkinga fær enn húsnæðisstuðning þó fasteignafélagið Þórkatla hafi keypt hús þeirra. Formaður Grindavíkurnefndarinnar segir mun fleiri fá stuðning en þurfa á honum að halda. Bláa lónið er opið á ný eftir að hafa verið lokað í 2 vikur vegna eldgossins á Reykjanesskaga. Ferja þarf 2000 gesti á dag til og frá lóninu eftir að hraun rann yfir veginn sem liggur að því. Formenn Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins hafa fundað stíft í dag en verjast allra frétta. Inga Sæland sagði í morgun að viðræður gengju vonum framar. Uppreisnarmenn í Sýrlandi nálgast höfuðborgina Damaskus. Uppreisnarhópar hafa allir það markmið að koma forsetanum frá völdum. Handsmíðaðir bílar, hestar og jólatré voru á boðstólum á árlegum jólamarkaði handverkstæðisins Ásgarðs. Þar, eins og á verkstæði jólasveinsins, stendur undirbúningur jólana allt árið. Gott kvöld. Margir Grindvíkingar fá húsnæðisstuðning þó fasteignafélagið Þórkatla hafi keypt húsnæði þeirra. Ekkert mælir gegn því að fólk leigi út íbúðir sem það keypti en njóti áfram leigustuðnings. Langstærsta stuðningsaðgerð stjórnvalda við íbúa Grindavíkur eru uppkaup fasteignafélagsins Þórkatlu á íbúðarhúsnæði og búið var að ganga frá kaupum á 900 íbúðum í lok október. Já, ég held að sé óhætt að fullyrða það að þessi stuðningur er ríflegur og það þarf í raun og veru að endurskoða lögin húsnæðisstuðninginn og setja frekari takmarkanir á hann. Í skýrslunni segir að talsverður hluti heimila í bænum hafi enn fengið sértækan húsnæðisstuðning greiddan mánaðamótin október-nóvember þótt nokkuð væri liðið síðan mörg þeirra hefðu fengið greitt frá Þórkatlu. Þá segir enn fremur að ekkert komi í veg fyrir að fólk leigi út nýja íbúð sem það hefur keypt utan Grindavíkur en njóti áfram hins sértæka leigustuðnings. Leigustuðningurinn sé mjög ríflegur og lítill hvati til að flytja í eigið húsnæði sem er keypt með fjármunum frá Þórkatlu, sérstaklega á meðan innlánsvextir séu háir. Árni segir að greiðsla og húsnæðisstuðnings hafi farið fram lögum samkvæmt. Þessi húsnæðisstuðningur hann hjálpar mörgum en það er alveg hárrétt að það eru fleiri að fá hann en þeir sem þurfa beinlínis á hann að halda núna. Við höldum okkur á Reykjanesskaganum því Bláa lónið er opið og ný eftir að hafa verið lokað frá því að eldgos hófst fyrir rúmum 2 vikum. Framkvæmdastjóri segir tap vegna lokana síðastliðið ár hlaupa á milljarð. Bláa lónið var rýmt þann 20. nóvember þegar eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinni og var lokað þar til í gær í rúmar 2 vikur. Hraun rann í átt að lóninu en varnargarðar vörðu lónið og mannvirki innan þeirra. Hraunið rann hins vegar yfir bílastæði við lónið og veginn að því og lokaði þar með nær öllu aðgengi. Þannig að það sem við hófumst auðvitað handa við er að byggja upp nýtt bílastæði og verður það byggt innan varnargarða og sú vinna er hafin og við vonumst til þess að geta opnað það næstu helgi, sirka bát. Í millitíðinni þarf að ferja alla gesti lónsins með rútum frá Grindavík en sú ferð tekur 5 til 7 mínútur. Það verður nú að viðurkennast að það er ýmislegt sem þarf að skoða og rýna og heilmikla flækjur að leysa en þetta hefur allt gengið vel upp og auðvitað starfsfólki okkar einstakt að taka þátt í þessu með okkur og gestir hafa sýnt þessu mikið skilning. Lónið sjálft var opnað í gær en þangað koma 2000 gestir á dag. Annað 2 hótela Bláa lónsins opnar á morgun en framkvæmdir standa yfir við hitt og stefnt að opnun þess síðar í mánuðinum. Frá því að Bláa lónið lokaði í fyrsta sinn vegna jarðhræringana fyrir rúmu ári síðan hefur það verið lokað í 4 mánuði eða þriðjung ársins. Tapið er auðvitað gríðarlegt en á sama tíma er jafn mikilvægt að ná að halda rekstrinum eins vel úti og mögulegt er og það hefur raungerst í gegnum þetta. Við höfum náð að opna og aðlaga okkur í raun og veru bara að aðstæðunum. Tapið, ef við tölum fjárhagslegt tap, þá hleypur það á milljörðum en fyrir okkur skiptir öllu máli að halda rekstrinum úti og horfum björtum augum til framtíðar. Alvarlegt umferðarslys varð undir Eyjafjöllum klukkan 4 síðdegis. Slysið varð á Suðurlandsvegi við Seljaland á milli Hvolsvallar og Víkur. 2 bílar rákust saman á hringveginum og 3 eru alvarlega slasaðir, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi.
Óskað var eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar sem flutti slasaða á sjúkrahús í Reykjavík. Hringveginum undir Eyjafjöllum var lokað vegna slissins laust eftir klukkan 4 í dag og hann enn lokaður. Formenn Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins funduðu áfram myndun ríkisstjórnar í dag. Meira verður unnið helgina en næsti fundur þeirra þriggja verður á mánudag. Fundur formannanna hófst upp úr hádegi og stóð fram til klukkan 5. Fyrir hádegið hélt Flokkur fólksins þingflokksfund þar sem Inga Sæland, formaður flokksins, gerði sínu liði grein fyrir stöðunni á fjarfundi en bæði Samfylkingin og Viðreisn héldu þingflokksfundi í gær. Inga sagði í samtali við fréttastofuna fyrir þingflokksfundin að viðræðurnar gengju vel og hún var í bjartsýn, reyndar gengju þær framar vonum en hún fór ekki nánar út í efnisatriði viðræðnanna. Samkvæmt upplýsingu frá aðstoðarmanni Kristrúnar Frostadóttur formanns Samfylkingarinnar verða vinnufundir á morgun en næsti fundur formannanna á mánudag. Fréttastofan óskaði eftir viðtali við formennina en þau svör fengust að þeir myndi ekki veita viðtölum viðræðurnar í dag. Út í heim. Uppreisnarmenn í Sýrlandi nálgast borgina Damaskus þar sem Assad forseti landsins heldur til. 300.000 manns hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín í vikunni. Uppreisnarmenn hafi í vikunni náð sífellt stærra landsvæði á sitt vald. Þeir hafa náð stærstu borg Sýrlands, Aleppo, auk fjölda bæja og þorpa. Þá hröktu þeir stjórnarherinn frá borginni Hama í fyrradag. Aðrar uppreisnarsveitir hafa sótt fram í norðri og suðri. Sameiginlegt markmið þeirra er að koma forsetanum frá völdum. Uppreisnarmenn nálgast höfuborgina Damaskus úr 2 áttum. Sögusagnir voru á kreiki í dag að forsetinn Bashar al-Assad hefði lagt að hann á flótta. Forsetaembættið tilkynnti síðar daginn að það væri ósatt. Í Aleppo skrá karlar sig í her uppreisnarmanna. بلغ العدد اللي راجعنا بكافة الأقسام يعني حوالي 1000 عسكري منشق طبعا من مختلف الاختصاصات سواء الجيش أو شرطة أو لجان شعبية أو حزبية طبعا منهم بيكون معه سلاح ومنهم بيكون بدون سلاح. Samkvæmt sýrlensku mannréttindavaktinni hafa 800 manns verið drepnir í átökum í vikunni, þar af 100 almennir borgarar. Þá hafa nær 300.000 manns þurft að yfirgefa heimili sín vegna átaka í vikunni, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Assad forseti sem nýtur stuðnings Rússa og Írana hefur verið við völd síðan aldamót og tók þá við af föður sínum. Hingað heim. Matvælastofnun hefur virkjað neyðarstig vegna skæðrar fuglaflensu og stóru búi í Ölfusi. Yfirdýralæknir hefur áhyggjur af að smitið dreifist. 100.000 fuglar í búum á sérstaklega vöktuðu svæði umhverfis smitið. Smitið kom upp á bænum Auðsholti í Ölfusi, líklega frá villtum fugli. Fuglaflensa hefur ekki áður komið upp á svo stóru alifuglabúi hér á landi. Rúmlega 1000 kalkunar hafa verið aflífaðir og þeim fargað. Og hvað það þá sem þið hafið áhyggjur af núna? Það auðvitað að smitið getur hafa dreifst og það þarna samgangur á milli búa og það getur þrátt fyrir að öll bú viðhafa auðvitað mjög miklar smitvarnir alltaf og við vonumst auðvitað til að það haldi. En það möguleiki á að smitt berist með umönnunaraðilum og við höfum þess vegna sett af stað mikla vöktun. Starfsmaður fór á milli fleiri fuglabúa. Meðgöngutími fuglainflúensu getur verið alltaf 14 dagar. Í þessi bú sem viðkomandi aðili hefur farið í, að það samtals 4 bú, þá með nokkrum húsum í hverju búi. Viðbragð Matvælastofnunar hefur verið fært á neyðarstig og takmörkunarsvæði skilgreint í 10 kílómetra í kringum bílið. Þangað má ekki flytja fugla og starfsfólk beðið að vera vakandi fyrir veikum fuglum. Og á öllu svæðinu innan þessa 10 kílómetra radíus að þá þetta hátt í 100.000 fuglar, þá bæði kalkún og fuglar og kjúklingur. Engin hætta talin stafa af kjötinu og ekki þarf að kalla inn kalkúnakjöt. MAST biðlar til fólks allt land að tilkynna veika eða dauða fugla. Þá mælist stofnunin til þess að fuglar séu hafðir í yfirbyggðum gerðum eða innanhús til að lágmarka hættu á smiti. Suður Kóreumenn margir vonsviknir yfir að þingið hafi í dag hafnað ákæru á hendur forseta landsins. Hann setti umdeild herlög í vikunni en þeim var aflétt nokkrum klukkustundum síðar.
Það var spenna í loftinu við þinghús Suður Kóreu í Seúl í dag á meðan þingmenn greiddu atkvæði embættismissi forseta landsins sem hafði þá nýlega beðist afsökunar á því að það var sett herlög á og sagði örvæntingu hafa legið að baki. Það gerðan eftir deilur fjárlagafrumvarp. 150.000 mótmælendur komu saman við þingið meðan á atkvæðagreiðslunni stóð í dag. 2/3 hluta atkvæða þurfti til að ná ákæru á hendur forseta í gegn og vantaði 5 atkvæði upp á. Þingmenn stjórnarflokksins sniðgengu atkvæðagreiðsluna eða greiddu atkvæði gegn sakfellingu. 국민의힘 의원들이시여 이 자리에 빨리 돌아오셔서 내란 숙의 윤석열을 탄핵하고 민주주의와 민생 경제와 대한민국의 위기를 극복하고 해결하는 데 참여해 주시기를 간곡히 호소합니다. 국민을 대표하는 그런 장소인데 그런 국회에다가 제가 알기로는 이 계엄령 상황에서도 입법권은 침해하면 안 되는데 그 무력으로 그걸 이렇게 침투를 했잖아요. 그렇기 때문에 반드시 탄핵시키고 헌법재판소에서 인용이 돼서 하면 될 거라고 저는 생각합니다. 하면 돼야 되고요. Tugir þúsunda Breta eru enn án rafmagns eftir að óveðurslægðin Darragh olli þar töluverðu tjóni í nótt og í morgun. Breska veðurstofan gaf út rauða veðurviðvörun til hádegis í dag fyrir Wales og suðvesturhluta Englands. Þar var mjög hvasst, tré rifnuðu upp með rótum og banaslys varð þegar tré féll á bíl í Lancashire á norðvestur Englandi. Töluvert hefur rignt og rúmlega 200 flóðaviðvaranir verið gefnar út. Ekki búist við að stytti upp fyrir á morgun. Kristín Hermannsdóttir, það líka eitthvað leiðindaveður og leiðinni hingað, það ekki? Hvenær skellur þetta á? Já, það hafa verið gefnar út veðurviðvaranir út af hvassri sunnanátt og það taka fyrstu viðvaranirnar í gildi núna í nótt á Breiðafirði og Vestfjörðum og svo klukkan 10 fyrramálið á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra einnig og svo koma asahláku viðvaranir á suður og vesturhluta landsins þegar líður á morguninn og seinnipartinn á morgun. Það var eins gott að huga niðurföllunum. En hvar verður veðrið verst? Það verður sínu verst á norðvesturhluta landsins, þar sem verður hvassast og vindhviður geta farið í 40 metra á sekúndu. En það verður einnig talsverð úrkoma allt sunnan og vestanvert landið. Þannig að það ekkert skemmtilegt veður framundan. Og það væntanlega ekkert ferðaveður. Þeir sem þurfa að fara að leggja af stað á morgun, þeir ættu væntanlega að fara að hugsa sér til hreyfings bara strax núna í kvöld. Já, ef fólk getur ferðast eitthvað í kvöld þá ættu það náttúrulega að huga að hálku og færð en vindur verður vaxandi hægt og rólega í kvöld og skellur svo á seinnipartinn í kvöld og í nótt. En fyrir hluta dags á morgun þá verður veður alveg skaplegt sunnan og suðvestanvert landið, einhver úrkoma en ekki mikill vindur til að byrja með. Þannig að það verður alveg fært sunnan og vestanvert landið eða suðvestanvert landið í fyrramálið en og eftir miðjan dag á morgun kannski vissara að halda sig heima. Akkurat, þú segir okkur meira frá þessu og eftir Kristín Hermannsdóttir og svo hvetjum við að sjálfsögðu alla til þess að fylgjast vel með veðurfréttum núna næstu klukkutímana. En minnst 3 létu lífið þegar hluti 3 hæða fjölbýlishús hrundi í hollensku borginni Haag í morgun. Öflug sprenging varð í húsinu og mikill eldur kviknaði. Verslunarrými voru á neðstu hæð hússins en íbúðir á efri hæðunum. Ekki vitað hversu margir voru í húsinu þegar sprengingin varð. Borgarstjórinn í Haag sagði fyrr í dag afar ólíklegt að einhver ætti eftir að finnast á lífi. En slökkviliðsmönnum tókst þó að ná manni á lífi úr rústunum nú síðdegis. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en lögregla leitar ökumanns sem sást keyra frá húsinu skömmu eftir sprenginguna. Nou, rond de klok van 5:15, dat is eigenlijk ten tijde van de ontploffing, is een auto hier hard weggereden. En we zijn natuurlijk op zoek naar deze auto, maar ook naar mensen die mogelijk deze auto ook hebben gezien. Ik werd wakker door de eerste knal. Nou ja, die leek nog wel mee te vallen. Ik dacht eerst aan vuurwerk of iets, want dat gebeurt hier regelmatig. Toen hoorde ik een tweede knal. Nou ja, toen begon ineens alles te schudden.
En toen hadden we zo'n harde knal beneden van de voordeur vandaan komen. Nou ja, die ligt er ook helemaal uit nu. En toen keken we maar naar buiten. Ik zag rook, vuur. Schrik je helemaal kapot. Hópur fólks minntist í dag fréttamanna og fjölmiðlafólk sem hefur látið lífið við störf sín á Gaza. Félagið Ísland-Palestína skipulagði mótmælagöngu frá Hallgrímskirkju til að berjast fyrir málfrelsi, mannréttindum og réttlæti fyrir Palestínu. Nefnd til verndar blaðamönnum telur að yfir 130 fjölmiðlamenn hafa verið drepnir af Ísraelsher á Gaza, Vesturbakkanum og í Suður-Líbanon frá því að stríð hófst þar. Í tilkynningu samtakanna segir að það sé stríðsglæpur að drepa fréttamenn. Ísraelsher hafi á einu ári drepið meir en helmingi fleiri fréttamenn en að jafnaði myrtir árlega í heiminum. Frúarkirkjan í París, Notre Dame, var opnuð á ný við hátíðlega athöfn í dag. 5 ár hefur tekið að gera við kirkjuna eftir mikinn eldsvoða. Macron, Frakklandsforseti, þakkaði frönsku þjóðinni fyrir eljuna nú rétt fyrir fréttir. Fjölda fyrirmenna var búið að vera við fyrstu messuna í Notre Dame eftir endurbætur sem haldin var nú síðdegis. Þeirra á meðal eru forseti Úkraínu, Vilhjálmur Bretaprins, verðandi forseti Bandaríkjanna og Jill Biden forsetafrú Bandaríkjanna. Kirkjan skemmtist mikið í eldsvoða í apríl 2019 og hafa endurbætur staðið síðan. Fjöldi fólks fylgdist með opnarathöfninni í beinni útsendingu og eftirvænting borgarbúa mikil. Pour les Français, pour les touristes, pour tout le monde, c'est important, c'est toute l'histoire de Paris, c'est notre histoire en fait. Alors, soit qu'on est religieux ou pas. Je suis pas tellement religieuse, mais j'irai à la messe, j'ai promis. J'ai fait un vœu, on dit, et j'ai promis et j'irai. Moi j'étais encore au lycée quand Notre-Dame a brûlé et je pense pas trop avoir pris conscience de l'ampleur du dégât et du dommage. Ensuite au niveau de la symbolique pour tous les Français, pour les catholiques qui ont tous les uns et les autres perdu un symbole très important ou de leur pays ou de leur religion. Messa fyrir almenning verður haldin í fyrramálið og þar full bókað. Frá með mánudegi verður kirkjan opin öllum. Starfsfólk handverkstæðisins Áskars vinnur allt árið við að undirbúa jólamarkað sem var haldinn í dag. Starfsmaður þar segir gaman að halda opið hús og sýna afrakstur. Við erum með hinn árlega jólamarkað hjá okkur. Hér niður í bragganum í Álafosskvosinni. Hér ýmislegt í boði, eins og hér má sjá. Hér eru hanar. Hestar. Óskar hefur unnið hjá handverkstæðinu Áskarði öll rúmlega 30 árin sem það hefur verið starfandi. Hér eru sleifar, hérna er Logi, hann er reynda ekki til sölu, en Þar vinna nú í kringum 40 manns. Við erum að smíða allt árið fyrir jólamarkaðin hjá okkur. Og það voru margir í jólaskapi á handverkstæðinu í dag. Jú, það alltaf voða gaman að halda opið hús og að sýna það sem við erum að vera, það sem við erum búin að vera að gera. Tekur til dæmis langan tíma að gera svona handverk? Þetta tekur alveg viku 10 daga að gera svona. Ekta íslensk framleiðsla, þetta er ekkert svona keypt á einhverjum netsíðum. Þetta er íslenskt já takk. Þá skulum við líta það sem ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Það er sannkölluð körfubolta veisla þessa helgina en leikið í 16 liða úrslitum karla og kvenna í Vísbikarnum. Í dag mættust erkifjendurnir í Keflavík og Njarðvík í kvennaflokki. Boltinn hélt áfram að rúlla á Evrópumóti kvenna í handbolta en línur eru farnar að skýrast í milliriðli 2. Og við kíktum á hollenskan skautarhlaupara sem komið hefur upp aðstöðu á Leirutjörn á Akureyri. Íþróttir hér eftir skamma stund. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fjöldi Grindvíkinga fær enn húsnæðisstuðning þó fasteignafélagið Þórkatla hafi keypt hús þeirra. Formaður Grindavíkurnefndarinnar segir mun fleiri fá stuðning en þurfa á honum að halda. Bláa lónið er opið á ný eftir að hafa verið lokað í 2 vikur vegna eldgossins á Reykjanesskaga. Ferja þarf 2000 gesti á dag til og frá lóninu eftir að hraun rann yfir veginn sem liggur að því. Formenn Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins hafa fundað stíft í dag en verjast allra frétta.
Inga Sæland sagði þó í morgun að viðræður gengju vonum framar. Uppreisnarmenn í Sýrlandi nálgast höfuðborgina Damaskus. Uppreisnarhópar hafa allir það markmið að koma forsetanum frá völdum. Handsmíðaðir bílar, hestar og jólatré voru á boðstólum á árlegum jólamarkaði handverkstæðisins Áskars. Þar, eins og á verkstæði jólasveinsins, stendur undirbúningur jólana allt árið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl. Við ætlum að tala einmannaleika í torginu á þriðjudaginn. Af hverju fer hann vaxandi í samfélaginu þrátt fyrir að við höfum aldrei verið jafn tengd? Þetta verður samt ekkert eingöngu barlómur og volaði. Við ætlum bara aðeins að tala þessa stóru og miklu og algengu tilfinningu sem sífellt fleiri finna fyrir í nútíma samfélagi. Óvæntur hlutur á pokasvæði. Nú eru líka að koma jól og þá finnst það alltaf að vera æðislegt. En stundum er það bara ekki alveg þannig. Af hverju fer einmannaleiki vaxandi í samfélaginu og hvað er til ráða? Send okkur póst á torgið@ruv.is og vertum með í samtalið. Torgið, þriðjudag á RÚV. Herðu, hvað ef við spilum hérna einmann á jólanótt undir trill? Nei. Ok, en ef ég nenni? Baldur, nú hættir þú. Jólin nálgast og þá er tími til að njóta. Nei, heyrðu, komið þið sæl og blessuð, verið velkomin í þáttinn. Er einhver orð sem að minna þig á jólin? Love. Young to be in love? No. Ah, the holidays. The most wonderful time of the year. Komdu þér í hátíðarskap með RÚV. May we all keep the meaning of the season within our hearts. It's just one potato each. I'm really sorry. It's just one purple one. Yes. Real crunchy. I'm always gonna love you. I'm always gonna love you too. Við bjóðum upp á frábæra dagskrá sem kemur þér í jólaskapið. Góður. Ég gekk alltaf undir nafninu Johnny, sko. Gæti ekki verið aðeins jólalega. Núna í svartasta skammdeginu getur maður verið þakklátur fyrir jólaljós og jólaskreytingar. Horfðu þegar þú vilt í spilara RÚV. Klukkan 3, við getum... Opna pakkana! Góðan daginn! Vaknaðu Teitur, það er kominn aðfangadagur. Jólunum er bjargað! Þarna kemur Júlíus. Gleðileg jól! Það á ekki að kjósa mig að því að ég er kona. Það á að kjósa mig að því að ég